Jæja, góðan dag og velkomin á þennan uppgjörsfund þar sem farið verður yfir 9 mánaða uppgjör bankans. Ég ætla að byrja á að fara svona yfir stóru myndina og fjalla aðeins helstu afkomueiningarnar. Svo ætlar Eiríkur Jensson, fjármálastjóri, að fjalla helstu fjárhagsupplýsingar og svo tek ég aftur við í lokin og ætla að ræða aðeins það helsta sem svona í gangi hjá okkur þessa mundir og tala sérstaklega kannski stöðlun á TM en líka svona annað sem við erum að gera. Hagnaður á fyrstu 9 mánuðum ársins, það nam 3.742 milljónum sem nokkur lækkun frá fyrra ári. Eins og Eiríkur mun koma að á eftir, þá var hagnaður í þriðja ársfjórðungi 1.050 milljónir. Reksturinn fyrir utan fjárfestingartekjur var annars nákvæmlega áætlun sem við birtum hérna sem sagt í 6 mánaða uppgjörinu. Þá var birt áætlun sem var án sem sagt fjárfestingartekna og við vorum bara reksturinn í þriðja ársfjórðungi var eiginlega bara spot on ef að fjárfestingartekjuna voru, ef þeim var sleppt, en þær voru náttúrulega ekkert sérstaklega góðar heldur. Og við erum að eiga við gríðarlega erfiða markaði sem hefur mjög neikvæð áhrif á bæði fjárfestingartekjur og síðan þóknanamyndun í bankanum. Það er eins og margt jákvætt sem að gerast. Þannig eru vaxtatekjur að aukast umtalsvert milli ára og það að gerast þrátt fyrir að markaðsaðstæður séu að hafa umtalsvert neikvæð áhrif á vaxtatekjur, til dæmis í fjárstýringu hjá markaðsviðskiptum og líka svona í einingu þar sem við erum með smá svona lengri lánasöfn. Koma að því á eftir. Tryggingarekstur TM var síðan að ganga frábærlega og félagið var með langlægsta samsetta hlutfalli að tryggingafélögunum á þriðja ársfjórðungi. Það auðvitað þannig að við höfum ekki stjórn á ytra umhverfinu sem við kvörtum nú aðeins yfir, en við erum að byrja að gera ýmislegt til að bæta rekstur félagsins enn frekar og undirbúa það fyrir vöxt næstu ára. Og það búið að ráðast í margvíslegar hagræðingaraðgerðir og teknar ákvarðanir niðurskurð sem nemur 900 milljónum króna á ársgrundvelli og svo bara vona að þetta kom ekki allt tilbaka í andlitið í næstu kjarasamningum. En svo höfum við verið að undirbúa sölu og skráningaferli TM og erum að hefja það núna eftir 2 vikur. Kem að því líka á eftir. Nú varðandi rekstrareiningarnar, þá hefur rekstur viðskiptabankasviðs gengið vel að undanförnu. Það var stór áfangi náttúrulega hjá Straumi þegar félagið hóf starfsemi fyrir stuttu síðan og nú búið að taka yfir næstum því allan viðskiptamannabasa Rapid sem samið var þegar félagið var stofnað út af samkvæmt tilmælum Samkeppniseftirlitsins. Tekjumyndun samkvæmt áætlun og félagið strax farið að skila hagnaði og þetta alveg tölu sem að munar sem við sjáum alveg strax á hverjum fjórðungi. Að því líka við höfum verið að bera dálítinn kostnað af undirbúnum og ráða starfsfólk, en svo höfum bara hafa kolstaldið inn tekjuna núna, þannig að við höfum alveg eftir að sjá ágætis áhrif af því. Við birtum hana áætlun sem sagt hagnaðinn eftir allan kostnað sem er áætlaður á næstu 12 mánuðum á bilinu 300-350 milljónir og ég held að við höfum bara fulla trú á að það séu tölunar og við sjáum það eiginlega bara núna strax. Þá hefur verið umtalsverður vöxtur í lánabók sviðsins. Netgyro hefur gengið mjög vel, átti 10 ára afmæli fyrir stuttu síðan og Lykill hefur gengið frábærlega, verið mikill og góður vöxtur þar og frábært lánasafn. Nú þá heldur velgengni Auðar áfram, þó að sé ansi hörð samkeppni á markaðum sparnaðarinnlán núna og allir stóru bankarnir eru að matsa í raun og veru kjörin sem Auður hefur verið að bjóða, þá hefur bara vöxturinn haldið áfram og fjöldi reikninga núna komin yfir 50.000. Fjöldi þeirra sem hafa fengið sér aurkort komin í 18.000 sem við erum mjög ánægð með. Það samt þannig að aur í stöður í þróun hjá okkur. Við höfum verið að breyta viðmótinu og framundan svona meiri áhersla á að markaðssetningu aur sem banka. Við finnum það alveg að notendur aur þeir í raun og veru ekkert endilega átta sig á því að þú getur notað aur í dag, þú gæti skipt, farið úr hinum bönkunum og verið bara hjá aur og við ætlum að reyna að koma því betur á framfæri. Að sé eftir svona verðt fyrir fólk að nota kort og einlagsreikninga hjá okkur og líka að
að hafa kjörin þannig að þetta sé eftirsóknarvert og það bara eitthvað sem við erum spennt fyrir að sjá árangurinn á næstunni. Rekstur fyrirtæki á markaði hefur líka gengið vel á árinu þó að það sé við finnum líka fyrir ástandinu sérstaklega á hlutabréfamarkaði en við höfum séð mikinn vöxt í lánabókinu á fyrirtækjasviðinu sem hefur skilað sér í góðri aukningu vaxtatekna. Markaðsviðskiptin hafa í raun og veru gengið bara frábærlega miðað við markaðsaðstæður. Gjaldeyrisvelta hefur stór aukist hjá okkur og hlutdeild á markaði hefur verið að aukast umtalsvert og erum með mestu markaðshlutdeildina í skuldabréfum á markaðnum og höfum líka verið að auka hana í hlutabréfum. Það hins vegar þannig eins og flesti þekkja að veltan á hlutabréfamarkaði sérstaklega hefur verið mjög báborin og við finnum þetta alveg í tekjunum. Bæði sem sagt að veltan minni upp á þóknanirnar en kannski ekkert síður að þá til dæmis framverkabókin okkar sem að skila okkur bæði þóknunum og vaxtatekjum. Hún miklu minni heldur en hún var fyrir 12 eða 24 mánuðum síðan. Þannig að þetta hefur alveg neikvæð áhrif á tekjumyndun. Maður vona nú að það taki við sig þegar markaðurinn lagast, ef og þegar. Nú tryggingarhluti gengið í tryggingastarfseminni sjálfri hjá TM hefur verið mjög gott og samsettarhlutfallið mjög lágt og svo höfum við séð bara umtalsverðan vöxt í iðgjöldum, þannig að við erum mjög ánægð með reksturinn í TM og þá hefur forstjóri TM leitt mjög öfluga stefnumótunar vinnu á undanförnum mánuðum sem hefur leitt til talsverða skipulagsbreyting og hagræðingaraðgerða hérna en jafnframt stefna núna sett á aukinn vöxt á næstu árum og það verður spennandi að fylgjast með því þó að mögulega verði félagið ekki hérna innanhús. Í eignastýringu þá það eitt af þessum sviðum sem maður finnur alveg fyrir markaðsaðstæðunum. Það erfiðara að auka eignir í stýringu sem hefur síðan neikvæð áhrif á umsýsluþóknanir en við erum kannski stærsta breytingin hjá okkur sem við erum að sjá í lækkandi tekjum. Það tengist árangurstengdum þóknunum sem hafa lækkað mikið milli ára. Við erum hins vegar að sjá fram á aukningu í eignum í stýringu á næstu mánuðum og við höfum trú á að markaði fyrir að taka við sér sem mun síðan hafa jákvæð áhrif á eignastýringuna. Hérna í Bretlandi þá erum við að sjá mörg jákvæð teikn í rekstrinum eftir bara, maður verður að segja bara mjög erfiða ársfjórðunga undanfarin 2 ár. Lánabókin óx umtalsvert á síðasta ársfjórðungi og svo erum við að sjá alltaf betri og betri eða meiri og meiri vaxtamun sem hafði dregist mikið saman og ég kem aðeins á eftir. Gæði lánabókar eru áfram mjög góð og við erum ekki að sjá nein kreditvandamál í Bretlandi. Við gerum síðan nýlega breytingar í stjórnendateyminu þar sem við teljum að muni styrkja starfsemi okkar þar í framhaldinu. John Salisbury, einn af stofnendum félagsins, hann hefur tekið núna yfir sem forstjóri Ortus. Richard Beanstalk sem var forstjóri, hann verður áfram í stjórn og lánanemnd en núna taka við framtaksfjárfestingum á eignastýringasviðinu á Kviku, þar sem við erum með nýjan sjóð á teikniborðinu. Ég með aðra svona aukaglæru Bretland af því ég fæ talsvert mikið af spurningum stöðuna þar og mér langaði bara aðeins að fara nánar yfir hvað hefur verið að gerast, sérstaklega frá því að við keyptum Ortus og hvernig við erum að sjá framhaldið. Og í fyrsta lagi þá verður bara segjast að þetta, eftir kaupin á Ortus að afkoman í Bretlandi hefur valdið vonbrigðum og það fyrst og fremst út af umhverfinu og hækkandi vöxtum og sem að leiddu til þess að það var mikið skvís á vaxtamun á safninu sem þið sjáu á myndinni til vinstri þar sem þetta fór lægst í bara rétt rúmlega 1% og þá var hreinlega tap á rekstrinum en þetta hefur síðan verið að lagast. Síðan var það líka þegar við kaupum Ortus að þá var eina af þessum strategísku ástæðum fyrir kaupunum að svo að félagi var þá að fjármagna sig á mun hærri kjörum heldur við gerum ráð fyrir að bankinn gæti sótt á erlenda skuldabréfamarkaði. Svo vorum við alltaf búin að ganga frá kaupunum að þá fóru kjörin á íslensku bankana úr 60 eða 80 punktum í 450 og það hefur bæði gert okkur erfitt fyrir hreinlega fjármagna og líka eru kjörin miklu verri sem hefur auðvitað haft áhrif.
Svo var innleiðingin var bara dálítið erfiðari. Þetta svona, það að taka íslensku banki sig að taka yfir starfsemi í Bretlandi, þetta bara dálítið effort. Við þurfum náttúrulega að setja, yfir starfsemina áhættustýringu og regluvörslu og innri endurskoðun þarf að fara yfir þetta og þetta var bara kostnaðarsamt í byrjun. Og svo líka má eiginlega segja að það hefur líka svona við höfum verið heldur undir áætlun þegar kemur í fyrirtækja eignastýringu. Við erum hins vegar að sjá fullt af jákvæðum trendum. Eins og þið sjáu hérna á myndinni og við svo sem höfum sagt áður að þá lá alltaf fyrir var að þessi vaxtamunu mundi aukast aftur. Við höfum verið að breyta lánabókinni úr því að vera eingöngu fastvaxtalán sem voru með svona 12 mánaða meðallíftíma í að 75% af safninu núna orðið lán með breytilegum vöxtum. Og þannig að þetta hefur náttúrulega bara haft mikil áhrif. Við erum líka að horfa á það að vaxtahækkanir í Bretlandi held ég að flestra mati líklega búin að ná hámarki og vöxtum var haldið óbreyttum í dag þó þau kannski fari ekki að lækka alveg strax, en það að vextir séu allavega ekki hækka gott fyrir businessin og ef þau fara að lækka að þá eykur það vaxtamunni hjá okkur þarna líka. Lánabókin hefur gengið ágætlega að stækka hana, síðan höfum við náttúrulega verið að við sjáum myndina hana lengst til hægri, ég held að þetta sé nú eitthvað aðeins sem sýnir kjör íslensku bankana, hvernig þau hafa verið að þróast á skuldabréfamörkuðum. Að þau voru að fara, spreddin á eftirmarkaði voru að fara hæst vel yfir 400 punkta, eru núna komin í kringum 150. Það held ég samt þannig að ég held að heyrt svona undanferðin síðustu 2 útboð hjá bönkunum hafa verið svona og undir kannski aðeins 300 punktum. Þannig að þetta ekki að verða bylting fyrir okkur. Við erum ekki komin á sama stað og verið í ársbyrjun 2022 þar sem við getum verið að fara út og sækja 100 eða 200 milljónir á 150 punktum. En þetta hefur svona verið að fara í betri átt sem náttúrulega mjög jákvætt fyrir okkur. Og þetta hefur svona, allt hefur verið smá saman skila sér í því að framleiðin úr Bretlandi, hún hefur verið að batna og var 135 milljónir á síðasta ársfjórðungi, það þá fyrir samkostnað og afskriftir af sem sagt óefnislegum eignum en sem eru non-cash item. Þannig að áskrunduldi þetta rúmlega 500 milljónir. En þetta samt þannig að með eigið fyrir sem við bindum hana, þá þurfum við að ná umtalsverðum bata í rekstrinum til þess að þetta sé ásættanleg arðsemi. Og við erum náttúrulega bara að vinna í því. Við vitum, það eru ákveðnir hlutir sem við vitum að munu batna, eins og til dæmis að vaxtamunurinn, sem ég nefndi áðan. Svo erum við bara að skoða leiðir til þess að minnka fjármagnskostnaðinn. Í grunninn erum við með frábæra starfsemiðana, með frábæra eignaflokk. Þetta eru hávaxta lán sem það hefur aldrei tapast pund á einustu lánveitingu, frábært lið, en við erum bara ekki með nú góðan fjármögnunar eða of háan fjármögnunarkostnað til þess að ná þessari arðsemi sem við ætlum okkur. Þannig að við erum bara að skoða, ýmsa leiðir. Auðvitað erum við að fylgjast með markanum hérna úti og vonast til þess að þetta muni smá saman færast í eðlilegra horf og það mun hjálpa okkur. Við erum líka að skoða það að leiðir til þess að fjármagna safni beint út í Bretlandi og aðeins betri kjörum heldur við erum að gera núna. Við erum að skoða möguleikann á að swappa krónufundingin okkar sem náttúrulega hlutfallslega á miklu lægri fjármagnskostnaði heldur bresku yfir í pund og síðan erum við líka að skoða leiðir kannski til þess að minnka eiginfjárbindinguna, til dæmis með að taka hluta af safninu yfir í sjóði eða allavega af efnahagsreikningnum. Og þetta bara verkefni hjá okkur að minnka eiginfjárbindingu, auka arðsemina og ná meiri arðsemi út úr starfseminni. Við erum síðan líka í þeim hluta sem eru fyrirtækjaráðgjöf og eignastýring, að þá erum við að reyna að ná fram bætingu á starfseminni þar og hluti af þeirri vegferð var að taka Richard yfir í eignastýringuna og við höfum væntingu til þess að við getum aðeins auki tekjur og afkomu þar. Eiríkur, þú ætlar að tala peninga? Já, komið sæl. Ég ætla að renna í gegnum 9 mánaða uppgjörið og uppgjör 3. ársfjórðungs.
ef við horfum hérna á uppgjör fyrstu 9 mánuði ársins, þá sjáum við að rekstrartekjur eru 15,2 milljarðar króna og aukast 1,5 milljarðar króna á milli ára. Vaxtatekjur eru tæpar 6,5 milljarðar króna og aukast 700 milljónir króna á milli ára og þetta stafa bæði á hækkandi vöxtum og stærri lánabók. Þóknanatekjur eru 4,4 milljarðar og lækka tæpa 500 milljónir króna á milli ára. Og þarna spilar inn í erfitt árferð á verðbréfamörkuðum. Það hefur sett sérstaklega strik í reikningi varðandi tekjur af eignastýringu og hjá fyrirtækjum og mörkuðum, þá aðalega í verðbréfamiðlun. Tekjur af tryggingum, þær aukast 566 milljónir milli ára og eru 3 milljarðar 674 milljónir. Iðgjöld jukust 11% á tímabilinu en tjónakostnaður hann hækkaði minna 6% þegar horft yfir 9 mánaða tímabil. Rekstrarkostnaður, hann eykst á milli ára vegna almennra launa og verðlagshækkana en einnig vegna fjölgunar starfsfólk. En við höfum þegar gripið til aðgerða til lækkunar rekstrarkostnaði eins og vikið verður að síðar í kynningunni. Hagnaður fyrir skatta er 3 milljarðar 742 milljónir og lækkar hann 265 milljónir króna milli ára. Hagnaður eftir skatta er 2 milljarðar 456 milljónir. Ef við skoðum þriðja ársfjórðung þá sjáum við að rekstrartekjur eru 4,8 milljarðar og lækka 187 milljónir króna milli ára. Vaxtatekjur eru að lækka 216 milljónir króna milli ára en það skýrist aðalega vegna þess að á síðast ári á þriðja ársfjórðungi 2022 voru vaxtatekjur óvenju háar vegna stöðu skiptasamninga og afleiðusamninga sem bankinn hafði gert. Bæði við sína viðskiptavini en líka við aðrar fjármálastofnanir og staða þessara samninga hefur lækkað mjög mikið á þessu ári. En einnig þá eru hreina vaxtatekjur og lausafjársafni bankans hafa lækkað vegna hlutfallslega hærri vaxta. Þóknanatekjur, þær lækka á milli ára aðalega eins og áður segir, aðalega vegna minni þóknun í eignastýringu og við miðlum verðbréfa og svo er afkoma á tryggingum, hún er að batna. Og í þriðja fjárstöngi þá eru iðgjaldatekjur aukast 13% en tjónakostnaður aðeins 10%. Hagnaður fyrir skatta er 1058 milljónir króna og lækkar 783 milljónir króna milli ára. Reiknaður tekjuskattur, reiknaður tekjuskattur er 409 milljónir króna og virk skattprósenta er þetta óvenju há eða 39%. Sem kemur til vegna þess að tekjur hagnaður og tap af hlutabréfum kemur ekki inn í tekjuskattstofn og við getum þá ekki dregið tap sem verður á hlutabréfum frá tekjuskattstofni í fjórðungnum sem myndar þessa óvenju háu skattprósentu. Ef við skoðum svo vaxtatekjurnar fyrir fyrstu 9 mánuði ársins þá sjáum við að vaxtatekjur eru að aukast á milli ára, eru 5 milljarðar 764 milljónir og aukast 704 milljónir milli ára eða 12% og hérna sjáum við að vextir á útlánum eru að aukast ef við horfum að brúna hérna milli ára þá eru vextir á útlánum að aukast 4,2 milljarðar milli ára en á móti kemur að aukin vaxtabyrði vegna innlána er að aukast rétt rúmlega 4 milljarða. Vaxtatekjur af lausafjársafni þær eru að aukast samtals 2,6 milljarða sem eru þetta fixed income securities og cash and balances og í raun og veru þá ætti þessi tala haldast meira í hendur við kostnað af innlánum. En það sem að sérstaklega skuldabréfasafnið er með fastan er á föstum vöxtum og meðaltali til 1 árs að þá við séum að vaxtatekjurnar af þessu safni hafa ekki hækkað mikið og kostnaðar á innlánum hefur aukist. Þannig að punkturinn er rauninni sá að þegar við förum út úr svona vaxtahækkunar tímabili að þá ætti að sjá jafnari mun hér á milli og raun og veru höfum við verið í dálítið mótvindi hvað þetta varðar að tekjur af sérstaklega verðbréfum hafa ekki haldið í
við vaxtakostnaða af fjármögnun. Og svo sjáum við einnig hér þetta varandi afleiður að tekjur afleiðum að minnka á milli ára og þetta eru afleiður sem eru aðalega að gera við aðra fjármálastofnanir og svo líka eru þetta framvirkissamningar sem hafa verið gerað við viðskiptavinni og staða þeirra hefur bara einfaldlega lækkað mjög mikið á milli ára og sem veldur lægri vaxtakostnaði. Ef við skoðum þóknanatekjur, þóknanatekjur rúmi 4,4 milljarðar króna og lækka 482 milljónir króna milli ára. Lækkunin aðalega tilkomi vegna lægri árangurstengdar þóknana í eignastýringu sem vegna minni þóknana í fyrirtækjaráðgjöf og verðbréfamilun á fyrirtækjum á mörkuðum. Á móti kemur að þóknar á viðskiptabankasviði að aukast 247 milljónir og það munar mest tekjur á greiðslumiluna fyrirtækinu Straumi og sem á auknum fyrirtækjum hjá Líkli, Aur og Netgyro og þetta sést bæði hér í brúnni hér og þið sjáu þetta líka í neðsta hlutanum á súlunum hér að það alveg trend til aukningar og þetta er tekjur sem munu vera viðvarandi fram á veginn. Þar sem að Straumur núna búin að onboarda alla sína viðskiptavini eða flesta og er bara svona up and running. Kannski maður horfa á trendið og maður horfa á þessa þrjár til hægri þannig að það er aðeins öðruvísi skipting á tekjusviðum sem gerðist við lok síðasta árs. Þannig að þetta er ekki alveg sambærilegar súlur hvað var að tekjuskiptingu. En þetta er mjög jákvæð þróun þarna. Fjárfestingatekjur. Það aukast fjárfestingatekjur eru 170 milljónir á fyrstu 9 mánuðum ársins en neikvæðar 266 milljónir króna á þriðja ársfjórðungi. Á fyrstu 9 mánuðum ársins 301 milljón króna hagnaðar af skuldabréfum og 426 milljón króna hagnaðar af afleiðum. Þetta aðalega tilkomið vegna sölu hagnaðar af verðbréfum í Keresis sem myndaðist aðalega á öðrum ársfjórðungi. Hins vegar skila hlutabréf almennt, virðisbreyting útlána og vöxtun og afvöxtun af vátryggingaskuld skila neikvæðu framlagi til fjárfestingatekna. Svo eru nánar upplýsingar í viðauka við þessa kynningu þær eignir sem við erum með, verðbréfeignir okkar eins og við vorum með í síðastu uppgjöri. Tryggingar. Á fyrstu 9 mánuðum ársins voru tekjur af tryggingum 3.674 milljónir króna og jukust 566 milljónir króna milli ára sem er mjög gott. Iðgjöld jukust 13% milli ára en tjónakostnaður lækkaði ennþá minna 10%. Það er gríðarlega sterkt samsett hlutfall á þriðja ársfjórðungi 87,5% og á fyrstu 9 mánuðum ársins samsett hlutfall 94%. Þannig að afkoma og rekstur af tryggingu gengur gríðarlega vel. Ég held að segja ekki að segja annað. Rekstrarkostnaður hefur farið hækkandi á undanförnum misserum en lækkar nú á milli fjórðunga 255 milljónir króna þegar tekið hefur verið tillit til einskiptiskostnaðar vegna starfsloka. Það var ráðist í hagræðingaraðgerðir í september og það fækkaði stöðugildum í samstæðunni og það eru hefur orðið frekari fækkun á stöðugildum og hagræðingaraðgerðir í október. Meðal annars var ráðist í hagræðingaraðgerðir í TM og sem að lækkaði kostnað talsvert. Það er mat okkar að það er hagræðingaraðgerðir sem gripið hefur verið til skili samstæðinu svona 900 milljónir króna á ársgrunni. Það jafnaði í lægri kostnað. Eigið fé og eigin fjár hlutfall, þetta er náttúrulega líkil styrkleikum Kviku að það er þetta gríðarlega sterka eigin fjár hlutfall. Langt yfir lögbundum mörkum. Heildar eigin fjár hlutfall ef við horfum að CET1 hlutfallið þá erum við þarna að horfa á að það er 20,4% á móti 13,5% lágmarki. Og ef við horfum á heildar eigin fjár hlutfallið sem er súlan til hægri þá er það 22,7% á móti 18,7% kröfu. Við höfum sett okkur markmið sem er gráa súlan lengst til hægri að vera á bilinu 21,1 til 23,1% sem er á bilinu 2 til 4% yfir lögbundum lágmörkum
og við erum svona í efri hluta þeirra marka núna. Þannig að eiginfjárstaðan er gríðarlega sterk og ef við horfum á samstæðina sérst á solvency hlutfallið, gjaldþolshlutfallið, þá er það 1,5 hjá TM og svo er það 1,24 hjá samstæðinni. Þannig að það er allt og verður líkil styrkleiki hjá Kviku. Sama má segja lausafjárhlutfallin að við höfum alltaf verið með mjög há og undanfarin missir mjög há lausafjárhlutfall og það er staðan áfram. Lausafjárhlutfall Kviku er 301%, LCR hlutfallið, lágmarkið er 100%, en við erum og höfum verið langt yfir þeim mörkum. Og mjög stór hluti af efnahagsreikningi bankans eru lausafjáreignir. Og svo er það fjármögnunarhlutfallið eða net stable funding ratio, það er 145% sem er einnig gríðarlega sterkt. Útlánagæði, lán í vanskilum aukast aðeins á þriðja ársfjórðungi, en þegar nokkuð lán fara inn á þriðja stig, flokkast sem þriðja stigseignir. Lánin sem bættust við í fjórðungnum eru vel tryggð og þetta er allt lán sem eru tryggð með við í fasteignum, bæði á Íslandi og svo eitthvað í Bretlandi líka. En þau eru að meðaltali með 55% lánaþekju og það er ekki vegna þessar sterku veðstöðu í öllum þessum tilfellum, þá er ekki talin þörf á að bæta í afskriftareikningu vegna útlána. Á móti þessari hækkun á stigi 3 að þá eru lán á stigi 1 að hækka, þetta er lán sem eru með hverfandi útlánaáætlun og svo á móti eru líka lán sem eru með nokkur útlánum útlánaáhættu á stigi 2, þau eru lækka úr 6,8 í 4,5%. Lánabókin, það er bara við erum bara með mjög vel dreift útlánasafn. Útlánaaukning síðustu 12 mánuði er 19% og það er mest hjá Lykli á viðskiptabankasviði og svo á fyrirtækjasviði hér á Íslandi. Það er minni breytingar á lánasafninu í Bretlandi og í öðrum einingum. En þetta er svona helstu drifkraftar útlánavæksta eru bara fyrirtækjasvið hér heima og Lykill, gengur mjög vel þar. Fjármögnun, við erum með mjög, myndi ég segja, góða fjármögnun, vel dreifða fjármögnun og mjög sterk staða þar. Það er engin svona stóri gjalddagar sem eru á leiðinni, þannig að fjármögnun mjög vel dreift yfir líftíma. Bankin er með gott lánshæfismat í fjárfestingaflokki, BA2 með stöðum horfum frá Moody's sem er bara mjög gott lánshæfismat. Og svo er það horfurnar. Við erum núna að vinna 3 áætlun og munum kynna fjárhagsmarkmið, samlega kynningu á ársauðkjöru í 2023 í febrúar næstkomandi. Við höfum ekki sérstaklega uppfært 12 mánaða áætlun þessu sinni eins og við höfum kynnt í undanförnum áætlun. En áætlunin sem var kynnt samlega birtingu hálfsársuppgjöri í ágúst síðastliðnum, hún stendur óbreytt og við gerum ráð fyrir að hagnaður Kviku án fjármagnstekna verði 6,6 milljarðar króna á 12 mánaða tímabilinu sem endar þá 30. júní næstkomandi. Þannig að það er engin breyting á horfunum og við erum ennþá að gera ráð fyrir 6,6 milljarðar króna hagnaði á þessu 12 mánaða tímabili frá lok annars ársfjórðungs 2023 til loka annars ársfjórðungs 2024 og afkoma sem að varða á þriðja ársfjórðungi hún er alveg í samræmi við þær áætlanir sem voru settar fram í ágúst. Já, þannig að ég held að það er næst Ármann. Já, hvað er fyrir? Já, ég ætlaði að fara aðeins yfir hvað við höfum verið að vinna í undanfarna 2 mánuði þannig frá ég kom aftur inn og hvað að gera við erum að taka til að
bæta rekstur og undirbyggja vöxt félagsins á næstu árum. Mér langaði aðeins að byrja á því að draga svona saman svona hvað hefur eiginlega gerst, þú veist, frá í raun og veru frá samrunanum við TM, þú veist, eins og frá þeim tíma eins og 2021, það var náttúrulega algjörlega frábært ára fyrir Kviku. Ef maður hefði sett TM inn á fyrsta ársfjórðungi þá var hagnaður fyrir skatta 12 milljarðar og síðan þá svona hefur þetta allt orðið miklu erfiðara og við erum á þessari mynd þá ég að draga saman aðeins hvernig þessir helstu lykilþættir hafa þróast sem sagt frá fyrstu 12 mánuðunum eftir sameiningunum við TM borið sama við síðustu 12 mánuði og eins og þið sjáið að þá það sem kannski jákvætt er að sem sagt vaxtatekjur hafa aukist talsvert og þetta segir samt eiginlega ekki alla söguna, þessi grunnur að verða talsvert sterkari, ennþá sterkari hjá okkur. Við höfum bara lent í þessum tímabundum áhrifum af þessari hækkandi vöxtum eins og ég nefndi áðan. Við erum með í raun og veru, hvað maður að segja, 3 söfn þar sem eru skammtímalán sem eru samt öll með svona cirka 12 mánaða meðalíftíma en það sem á meðan að fjármögnunin okkar bara breytist í hvert skipti sem vextir eru hækkaðir. Þetta var fasteignasafnið út í Bretlandi. Þetta eru í raun og veru neyslulánasöfnin okkar hjá Aur og Netgyro og síðan eins og Eiríkur var að tala áðan þá þetta skuldabréfasafnið sem í lausafjárstýringunni og þetta hefur alveg verið umtalsverðar upphæðir sem hafa haft áhrif á vaxtatekjurnar okkar en þær eru samt hafa aukist umtalsvert á þessu tímabili. Annað jákvætt í raun og veru þó að sjást kannski ekki eins vel á þessari mynd en það þetta sem við varum að tala að tekjur á tryggingastarfseminni hafa bara verið mjög góðar og hafa verið eflast að undanförnu en hins vegar það sem búið að vera neikvætt að það að þóknanatekjur hafa dregist mikið saman 860 milljónir á milli þessara tveggja tímabila og síðan hafa fjárfestingatekjurnar sem eru þetta rosalega stór partur verið að draga saman rúmlega 5 milljarða á milli tímabiliðan tveggja og þetta þetta langstærsti parturinn en svo það líka rekstrakostnaðurinn sem aukist 1,7 milljarð og þið sjáu þetta í tölunum milli 9 mánuði núna og í fyrra að það alveg ágætis tekjumyndun en það bara en kostnaðurinn hefur aukast og það þetta eitthvað sem við getum gert eitthvað í og við höfum verið með sérstakt átak í kostnaðarniðurskuri sem að Sigurður Viðarsson hefur stýrt og við erum að sjá alveg talsverðan árangur af. Við höfum verið að stöðugildum hefur verið að fækka og þau að fækka eins og Eiríkur nefndi líka bara á þessum ársfjórðungi bæði út af breytingum sem voru hjá TM og svo bara líka stöðugildi eins og út í Bretlandi sem við vissum að vera dett út og við erum ekki að ráða í staðinn. Þannig á ársgrundvelli þá erum við að horfa á lækkandi starfsmannakostnað 400 milljónir og síðan annar kostnaður sem við höfum tekið ákvörðunir að skera niður sem í kringum 500 milljónir og þetta eru bara eiginlega alls konar kostnaður, það niðurskurður í IT, það niðurskurður í öðrum starfsmannakostnaði, markaðskostnaði, aðkeyptri þjónustu og fleira. Þannig að þetta hefur auðvitað jákvæð áhrif á reksturinn going forward. Við fórum í svona það sem ég myndi kalla bætta ákvarðanatöku og líka bara fría upp tíma hjá fólki þegar koma að nefndum. Við höfum sett svona meiri fókus í nefndastörfun. Við höfum svona, eins og margir þekkja í svona banka þá þetta gríðarlegur fjöldi af nefndum og svona og hefur farið og svona í auknu mæli held ég á undanförnum árum hefur farið mjög mikill tími í fólk, það fjölgaði dálítið mikið í fullt af nefndum hjá okkur og tíðni fór að aukast og við höfum bara reynt að gera þetta á aðeins markvissari hátt. Við höfum verið að fækka í mörgum nefndum, við höfum dregið úr tíðni funda en reynt að hafa það á markvissari og við slóum á þetta með breytingarna sem gerði hefðum við sparað 150
klukkustundir hjá fólki aðalega í framkvæmdastjórn, en ég held að það hefur sýnt sig að áhrifana þessu eru meiri heldur en það segir Þetta eins og eitt stöðugildi, en þú veist, ég segi fyrir sjálfa mig að þetta hefur haft bara ótrúlega mikil áhrif og ég veit að það með fleiri sem hafa bara svona fríað upp meiri tíma til þess að fara og gera eitthvað sem að, þú veist, sinna betur rekstrinum, þú veist, tala við viðskiptavinnu, vera að gera eitthvað sem að produktíft. Þetta þú veist, mikið af því sem maður að gera í nefndunum produktíft og mikilvægt, en það var bara að fara að eyða allt og miklum tíma í þetta og oft voru þetta bara fundir þar sem eiginlega var ekki verið að tala neitt, en voru svona bara á dagskráni og við höfum reynt að draga úr þessu. Þá höfum við eitt umtalsverðan tíma á undanförnum vikum og mánuðum í stefnumótum, bæði í samstæðunni og síðan hefur Birkir verið með stefnumótin í TM og verið að horfa á hvar við sjáum tækifærin fyrir félagið fram á við. Og þessi umræða, hún fór fljótt að snúast þessa stóru spurningu sem hefur bara svo mikil áhrif á hvert við erum að fara og hvernig við erum að gera hlutina sem hvort við vildum selja TM og það var niðurstaðan. Mér langaði að byrja þegar ég að tala söluna hérna á TM. Það eru margir sem að halda að við séum í raun og veru bara að bakka út úr einhverjum samruna sem var hérna fyrir 2 árum og allt verði bara eins og það var þá og þetta hefur bara verið mikil mistök, en því alls ekki þannig farið. Í raun og veru hefur þessi samruni var náttúrulega samruni 3 félaga, TM, Lykils og Kviku. Og ég held að samruni, þegar við rendum lykli inn í bankastarfsemi Kviku og skárum niður alveg gríðarlegan rekstrarkostnað og endurfjármögnun allt lánasafnið sé bara með betur heppnuðum samrunum hér á síðari árum. Og við erum svona að meta og við höfum líklega bætt afkomuna út úr þessu svona 1,5 til 2 milljarða. Og Lykill verður náttúrulega áfram inn í Kviku og en tryggingastarfsemin, við erum að leitast eftir að selja hana. Og það gefur okkur í bankanum tækifæri til þess að fókusera meira á okkar kjarnastarfsemi eins og hún var fyrir hennan stóra samruna sem í raun og veru bara á bankasviðinu. Við erum að horfa á þetta náttúrulega, við erum að gera ráð fyrir, eins og hefur komið fram hérna í dag, þá TM þetta frábært félag. Ég stundu spurður að því ég að mæra bæði Kviku og TM, hvers vegna eru þið þá að selja TM, en ég bara segi þetta síðan eins og, þú veist, Brad Pitt og Angelina Jolie, þau ákveða að skilja, þau eru bæði falleg og en við erum að gera ráð fyrir að líka bara að þetta vonast til þess að þetta verið velhefnuð sala og við erum að horfa til þess að halda eftir í bankanum eftir söluna eigifé sem að nemur í raun og veru efnislegu eigifé TM í dag sem eru 13 til 14 milljarðar og nota það til vaxtar. Þetta þýðir það að efnislegt eigifé grúpunar eftir söluna og eftir útgreiðslu til hluthafa verður hið sama. Þannig að fjárhagslegum styrkleika eigifjárlega séð bara viðhaldið í Kviku. Það sem verður umfram af söluvirðinu ætlum við að greiða út til hluthafa annaðhvort í formi arðs eða með endurkaupum og við erum náttúrulega að gera ráð fyrir að þetta verður umtalsverðar fjárhæðir sem mun koma bara í ljós þegar skráningin eða salan fer fram. Þetta aukna eigifé ætlum við síðan að nota eins og sagt til þess að í raun og veru þetta fellur eiginlega sama við gríðarlega sterka lausafjárstöðu okkar og fjármögnuna getu í gegnum auði og líka bara í gegnum getu okkar til þess að gefa út skuldabréf á Íslandi og annars staðar, að við erum með mjög sterkt lausafé og með því að styrkja eiginfjárgrunninum þá gerir þetta okkur kleift að vaxa mjög mikið þegar kemur að lánabókinni og við erum að fara að nýta þennan pening, markmiðið hjá okkur að nýta þennan pening í vöxt og með það markmiði að ná markmiðum bankans arðsemi á eigifé sem í dag 20% á efnislegt eigifé. Við erum þetta þýðir það að þetta kallar náttúrulega á vöxt í lánabókinni og ég held reyndar í starfseminni í heild sinni hjá okkur, en þetta þýðir það að við erum að fara að gera ýmsa nýja hluti í raun og veru og eitt af því sem kannski svona stærsta málið að við erum að undirbúa að fara í íbúðalán
Við teljum að við höfum í fyrsta lagi fundingið til þess að fara inn á þann markað. Við ætlum að byggja þetta upp svipað eins og við gerðum þegar við gerðum Auði. Þetta verða íbúðalán á þess að við séum með útibú eða mikla þjónustu og við munum leggja áherslu á að þetta sé mjög sjálfvirkt. Rafrænar þinglýsingar eru að koma núna og þetta gerur okkur allt auðveldara fyrir. Við lítum líka á það að eitt styrkleik okkar að geta þegar kemur að íbúðalánum við þurfum ekki að vera að bjóða eitt pródúkt fyrir alla landsmenn. Við getum farið og satsað á ákveðna hópa og við teljum að það gefi okkur bara tækifæri til þess að byggja upp ágætlega stóra íbúðalánasafn. Þó að það séu þetta þannig að við verðum aldrei miðað við eiginfjárstöðu okkur í dag verðum við engin risaplayer á markaðnum. Við erum líka að skoða það að víkka át lánastarfsemi okkar til fyrirtækja, auðvitað á fyrirtækjasviðinu, það hefur hingað til verið rosalega bundið við fasteignalán, þetta heitir fyrirtækjasviðið en við ætlum að fara og útvíkka það meira út í meira hefðbundið lán til fyrirtækja. Við erum líka að skoða það hvernig við getum nýtt þennan viðskiptavinabasa sem við höfum fengið með uppsetningun á straum. Þar erum við með smá og meðalstór fyrirtæki sem held ég að þetta séu 3000 eða 3500 viðskiptavinir. Er það ekki rétt? 2000, meinti ég. Og svo erum við líka bara að horfa á áframhaldandi vöxt í Lykli sem hefur gengið frábærlega. Þannig að eftir sölu eða skráningu á TM þá mun bankinn líta svona út og þetta í raun og veru, við erum bara í banking og eignastýringu. Við verðum þá með viðskiptabankasvið, fyrirtæki og markaði, eignastýringu og í Bretlandi og við teljum að þegar upp staðið að þá verðum við með náttúrulega félag sem með stærri og arðsamari lánabók og mun stöðugri tekjur sem að koma út úr því heldur en nú minni í raun og veru minni markaðsáhætta og meira af stöðugum tekjum. Við höfum mikla væntingar til þess að þessi aukni fókus og fjárhagslegi styrkleiki muni líka bara styðja og bústa mjög mikið þóknanamyndandi starfsemina hjá okkur. Við munum geta stutt betur við eignastýringuna. Við getum stutt meira við fyrirtækjaráðgjöfuna og miðlunina og stutt meira við það sem við erum að gera í Bretlandi og að það muni skila sér í auknum þóknunum líka, ekki bara vaxtatekjum. Og það sem að við sitjum uppi með verði líka jafnframt að þetta og sérstaklega með að skoða það að fara út í íbúðalán að þá verðum við komið með áhættu minni og dreifðari lánabók sem með stöðuga tekjur og við höfum væntingar til þess að það muni styðja mjög vel við lánsafi okkar af því auðvitað það missir fyrir okkur að missa félagi eins og TM út úr samstæðinni. Nú að lokum bara aðeins til þess að segja ykkur tímasetningarnar á og fyrirkomulag á skráningu eða sölu á TM, þá erum að fara í sem sagt dual process sem bara byrja núna eftir 2 vikur og þar sem að við erum að undirbúa félagið fyrir skráningu á markað en samhliða því þá erum við að fara að reka söluferli og þar sem að við munum bæði taka til athugunar aðila sem að vilja kaupa félagið í heild sinni eða ef það eru aðila sem vilja kaupa stóran hlut í bankunum og þá mögulega verða kjölfestu fjárfestar í skráningu ef það verður niðurstaðan. Við höfum ákveðið að keyra ferlið í umsjón fyrirtækjaráðgjafar bankans erum síðan að ráða ráðgjafa, erum búin að ráða BBA Fjellko sem lögfræðilegan ráðgjafa við söluna og erum að klára sem sagt ráðningar á aðilum til þess að gera vendor áreiðanleika könnun fyrir okkur og ég held við séum að við erum að gera ráð fyrir að öðru hvoru með við áramóti munum við sjá svona betur í hvaða ferli við erum að fara hvort þetta sé frekar að leiða okkur í skráningu eða hvort þetta sé að leiða okkur í sölu að hluta til eða í heild en hvorein leiðin sem farin þá höfum við væntingar til þess að þessu ferli verði lokið í öðrum eða þriðja ársfjórðungi næsta ári. Þetta var
gengin. Þannig einhverju með spurningar? Til mín eða Eiríks? Það einn spurning hérna á netinu. Já. Það spurt hvort þið geti gefið upp hreinar tekjur eða tekjur af straumi á fjórðungnum og það einnig spurt hvort að fyrri áætlun standi að straumur geti skilað 300-400 milljónum króna í hagnaða ári. Já, ég get staðfest að við teljum að miða við hvernig straumur fyrir að stað og teljum við að áætlunum muni standast. Varst að spyrja hverjar væru heildartekjunar? Það spurt hreinar tekjur eða tekjur af straumi á fjórðungnum, semst á 3. fjórðungi. Ég get nú ekki sagt að ég muni það nákvæmlega og ég veit nú ekki hvort þú gefa heldur alveg upp. Við erum ekki vissum að fara að gefa það sérstaklega upp, sko. En ég get alveg staðfæst að við erum ennþá að horfa á sömu áætlun og teljum hana að vera raunhafa og bara straumur að fara bara mjög vel af stað. Ekki fleira hér. Nei. Heyrðu, þá bara þakka ég kærlega fyrir.